Já, komið í sæl og blessuð. Maður fann það þegar maður vaknaði í morgun að stutt í haustið. Það var vindgnauð á glugga og það leiddi meðal annars hugan að því að þá förum við að sjá bækur, að koma bækur út á haustin. Og ég las handrita bók núna fyrir nokkrum dögum sem að mér fannst nægilega áhugaverð til að fá höfundinn til þess að fjalla hana. Og hann kominn hingað, hann heitir Rúnar Helgi Vignisson. Velkominn. Takk. Þú ringlaði karlmaður titill þessara bókar. Já, það ekki við allir? Við erum svolítið ringlaðir. Mér hefur heyrt það svona og sýnst það á köllunum í kringum mig að minnsta kosti. Já, kannski erum við öll svolítið ringluð, bursið frá því hvaða kyn á okkur. Jú, það svolítið usli í gangi núna, þannig að ríkið á eftir að setjast ef má nota það orðalag. Já, að það sé svona hraður breytingafasi í gangi og við eigum svona, að ríkið sé að setjast. Já, ég held að sé nú aðeins byrjað að setjast svona, við erum aðeins að byrja að sjá örlítið skýrar. Þú sem sagt búin þú ert í hópi þeirra sem að hafa borið töluverða ábyrgð á ritlistarkennslu Íslendinga, ekki satt? Jú. Hvað fagnar ritlistin 15 ára afmæli þessa mundir eitthvað svoleiðis? Já, rúmlega það heldur. Þeir komin 16 ár síðan að ritlist var gerða svona fullgildri námsgrein. Já. Þannig að tíminn líður. Ég var ráðinn í þetta korteri fyrir hrun og mátti svo sem þakka fyrir það, þannig ég var að byggja þetta upp eiginlega í hruninu. Já. Kosturum við það var að fengu fullt af nemendum. Fólk flýktist inn í háskólana á þessum tíma. En ókosturum var náttúrulega að voru litli peningar til þess að takast á við þetta. Já. Einhvern veginn bjargaðist þetta samt á einhvern sannlega íslenskan hátt. Já. Og skrifa Íslendingar þá betur í dag en fyrir tíma ritlistar í Háskóla Íslands? Já, þetta nú erfið spurning. En við viljum að minnsta kosti meina það þarna í ritlistinni að öllum fari fram. Já. Sem að koma til okkar við tökum kannski ekki miklu meiri ábyrgð á íslensku bókmenntalífi heldur en það, en bendum þó á að margir af þessum nýju höfundum, eða mörg þeirra, eru frá okkur komin og eru svona að hasla sér völl núna og verða býsna áberandi núna svona í bókmenntalífinu. Einmitt. Og þú sem sagt, ertu prófessor? Ég orðinn prófessor, já. Já. Hefur kennt sennilega aðalega ungum Íslendingum mikið til að svona hvernig megi bæta texta og skrifa bækur, en þú ert sjálfur afkastamikill bókahöfundur, má ekki segja það, og þýðandi? Jú, bara mesta furða með að hafa verið í fullu starfið þarna við að byggja upp nýtt nám sem var ótrúlega mikil vinna, en til þess að geta haldið sér lifandi sem kennara í ritlist, þá verður maður sjálfur að vera að skrifa. Það að minnsta kosti mín reynsla, maður þarf að vera í sambandi við þessa listgrein sjálfur og vera að læra því með hverri nýrri bók, þá lærir maður sjálfur eitthvað nýtt sem maður getur síðan miðlað til sinna nemenda. Já, og til að halda velli, bæði sem kennari og rithöfundur, þarf maður líka að tileinka sér einhver tíðaranda. Maður má ekki hafa viðhorf sem á skjön við það sem þykir í lagi í samfélaginu. Tja, ég þarf að setja spurningamerki við þetta síðast að maður megi ekki hafa viðhorf sem á skjön. Okay. Því ég held að það sé nú hlutverk rithöfunda allavega að benda á aðrar hliðar. Já. Og oft eru listamenn nú á skjön og ég held að sé nú mjög hollt fyrir íslenska menningu að það sé svona heilbrigð skoðanaskipti í samfélaginu og það kviknar nú öllum viðvörunarbjöllum hjá mér, bæði sem höfundi og ritlistakennara þegar að einhvern veginn á að ýta öllum í sama farvegin, veita öllum ánum í sama farvegin. Já. Þá hætta á ferðum held ég og þessna hef ég nú líka svolítið tjáð mig í ræðu og riti útilokunarmenninguna eða slaufunarmenninguna sem að náttúrulega mjög hættuleg
allri tjáningu. Já. Nú erum við svona hægt og rólega aðeins að fikra okkur að bókinni. Já. Kjarnabókarinnar. Já, þetta svona... Titlinum, Þú ringlaði karlmaður. Já. Hvers vegna skrifaðir þessa bók? Já, það nú ágætt að við tókum fyrst smá spjall kennsluna vegna þess að þetta spratt eiginlega út úr því að ég sem kennari að mér fannst ég verða svolítið óöruggur þegar að þetta brast á. Og þú segir þegar þetta brast á? Það að segja MeToo, já, MeToo, ég ætti að vera skýrari með það. Þegar MeToo kemur og það fara að koma sögur líka úr akademíunu og listaheiminum og þá einhvern veginn, þá hitti þetta mig fyrir og ég var nú einmitt að rifja það upp sko, bara daginn eftir að það komu sögur úr vísindasamfélaginu og þá skrifa ég bæði rektor og nemendum mínum skrifa rektorum að við þurfum að senda út einhverja yfirlýsingu og sjálfur sendi ég strax á mína nemendur upplýsingar allt sem lítur að kynferðislegri áreitni og slíku og hvaða áhöld Háskóli Íslands hefði til þess að takast á þetta. En einhvern veginn í kjölfarið þá var svolítið fótunum að mér fannst kippt undan manni og maður hafði ekki fast land undir fótum. Við erum náttúrulega að fást við samtíman mikið í ritlistinu og mér fannst ég verða svolítið óöruggur að fara inn í tíma. Meirihluti nemenda eru og voru konur. Þannig að ég hugsaði með mér sko, hvað get ég gert í þessari stöðu? Verandi svona óöruggur og auk þess sko, þá fékk ég eitthvað svona kvíðaröskun á þessum tíma. Nú ætla ég ekkert endilega að segja að það sé samhengi þarna á milli. En svo fékk ég líka, blóðþrýstingurinn fór allt í einu að hækka í mér sem hafði þrátt fyrir það að ég lifði heilbrigðu lífi og þannig það kom þarna ýmislegt saman á þessum tíma. En ég ákvað sem sagt, ég myndi uppfæra mig í kynjafræðum. Ég myndi læra þetta tungumál, jafnvel og þau sem að hæst höfðu í umræðunni þessi málefni. Og hvernig gerir maður það? Jú, það er náttúrulega bara í akademínu, þá er það bara að leggjast í rannsóknir og lestur og fara á námskeið og fyrirlestra að tala við fólk. Og þannig einhvern veginn byrjaði boltinn að rúlla og meðfram þessu öllu þá fer ég svona að dunda við að skrifa eitthvað niður sem að tengist sjálfu mér og þessum málum. Og það vatt einhvern veginn upp á sig. Ég fór að skoða sjálfa mig með þessum gleraugum sem að ég var að öðlast og hvað hefði mótað mig sem karlmann komandi úr sjávarplássi. Vestur á fjörðu? Það er svona mynd utan á bókinni þar sem ég stend eiginlega sko fyrir framan feðraveldið og þetta er áhöfn föður míns sem að þarna er. Og þannig að ég kem úr náttúrulega mjög karllægu samfélagi sem er sjávarplássið og ég fer að skoða sjálfum mig meðfram og allt í einu bara er ég komið 300 síður einhvern veginn óvart og ég var lengi vel bara mjög óákveðin það hvort að ég ætti að gefa þetta út eða ekki. Því að mér fannst að þetta ferli hefði gert heilmikið fyrir mig þegar upp var staðið og ég fór aðeins öruggari inn í kennsluna fyrir vikið og svona gekk aðeins öruggari En svo, það var eiginlega ekki bara fyrir í sumar sem ég ákvað endanlega ég myndi allavega prenta þetta. Ég er ekki búin að dreifa bókinni, við skulum sjá. Já, mér langar með þínu leyfi að grípa aðeins niður í bókinni. MeToo-byltingin er í algleymingi þegar ég átta mig á því að ég stend varla undir mér sem karlmanni lengur. Vil helst afsala mér því hlutskipti, svo óþægilegt er það orðið. Ég geng inn í kennslustofuna þar sem nemendur mínir í ritlist bíða og spyr mig, gerist það núna? Sögurnar streyma fram, hinn og þessi hefur gerst sekur kynferðisofbeldi, líka menn í mínum geira, körlum er slaufað með látum
og í kjölfarið koma yfirlýsingar að við höfum allir farið yfir mörk kvenna. Það sem meira við séum eitraðir og flest sem við stöndum fyrir hafi verið unnið á vafasömum forsendum. Konum sé það allra best að binda ekki trús sitt við okkur. Karlar nauðga, karlar drepa. Af hverju verið að kenna efni eftir höfund sem var algjör karlremba, spyr nemandi. Þetta svona þessi mynd sem þú dregur þarna upp. Þetta kjarnyrkt. Bara samtöl mín við aðra karla á undangengnum umliðnum árum segja mér að þú varst ekki einn þarna í hugaðinum. Nei. Og ég meira þess að heyrt 16-17 ára stráka í grunnskóla og framhaldsskóla tala að þeim finnir stundum eins og að þeir þurfi að axla ábyrgð á því að þeir séu að kyni sem að hafi svona margt á samviskunni. Þetta mjög snúið vegna þess að á sama tíma þá vitum við öll að þau viðmið sem við höfðum hér áður fyrr, þau teljast ekki lengur í lagi. Það hierarki sem var í gangi, það fól í sér ójafnrétti og kúgun kvenna og allt það. Og við fögnum öllum þeim ábata sem að orðið hefur á hag undir settra kynja. En það hafa kannski ekki mjög margir svona fjallað hlið kallsins í þessari stöðu eins og þú dregur upp hér í þessari mynd. Nei, Má maður það? Já, það góð spurning. Tekur maður athyglina frá kvennabaráttunni of? Já, ég fór í þessa vegferð af því að ég vildi reyna að skilja. Þetta fyrst og fremst bók sem að lýsir þeirri vegferð frá því að vera nánast örvinglaður og til þess að svona, sjá þetta kannski örlítið skýrar. Þannig að ég vildi fyrst og fremst reyna að skilja þessa umræðu, þessa orða. Ég vil ekki eigna mér hana, skilurðu, en ég vissulega nýti þessi gleraugu til þess að síðan að reyna að skoða sjálfa mig eins og kannski konur þá horfa á mig og reyna einhvern veginn að fást við það. Ég tel mér nú ekkert vera að rugga mikið í bátum þarna. Þannig séð, ég ekki að augra einhvern veginn, held ég, og allavega ekki mjög mikið, ég veit ekki til þess. En þannig að þetta mín vegferð og bókin lýsir því svolítið hvernig ég fer í gegnum þetta og hvernig ég svona næ kannski smátt og smátt betri tökum á þessari umræðu allri eða orðræðu eins og akademíska orðið Þú orðar einhvern veginn þannig að þú uppfærir útgáfuna á sjálfum þér. Já, ég að reyna það. Undir titill bókarinnar tilraun til kerfis uppfærslu. Já. Ég að reyna það og svara því kalli margra kvenna að við kallarnir leggjum á okkur þessa vinnu að uppfæra okkur til þess að við skiljum þær betur. Kona mín segir nú að þetta sé besta hjónaráðgjöf sem við höfum geta farið í, að ég færi í þetta, skilur, að því að henni fannst ég nálgast hana og skilja hana betur. Þannig að ég held að sé margt að vinna eða eiginlega bara allt að vinna fyrir kalla að fara í þetta vegferð. Ég veit ekki til þess að sé til svona bók á Íslandi þetta og þær ekki margar erlendis heldur. Kallar aðeins að byrja að tjá sig erlendis en þeir halda sig kannski meira við fræðilegu nóturnar enn sem komið heldur en sína eigin persónu. Ég að leggja mína eigin persónu þannig undir svolítið. En þar kemur einmitt inn á það að við erum svo óörugg með hvað við megum segja, hvað við eigum að hugsa, hvaða hugsunum við megum deila, hvað að trufla boðskapinn, málstæðin, hvað hjálplegt. Ég hef meðvitað ég ræði oft við konuna mína að ég hef meðvitað eiginlega haldið mig alveg til hlés í opinberri umræðu ótal mörg jafnréttismál í mörg ár. Já, þetta segja margir af mínum vinum líka. Það ekki? Jú, þeir bara leggja ekki
út í þetta og ég náttúrulega fengi þau viðbrögð þegar ég segi fólki frá því að ég sé að fjalla þessi mál, að ég sé að fara út á jarðsprengjusvæði og ég sé hugrakkur en ég samt að fást mikinn kvíða meðan ég að gera þetta. Þannig að þetta svolítið skrítin stelling sko, en ég einhvern veginn þannig gerður að mér finnst ég verða að fara inn á svona svæði. Bæði sem manneskja og líka bara sem kennari sko. Skoða þessi svæði. Já, en kannski bara óhjákvæmilegt að það svona ríki ákveðið kaos og limbo og enginn viti neitt í sinn haus ef ríkið þarna, ef það hefur ekki sest, ef það þessi breytingafasi eins og þú komst aðeins inn á áðan. En þá líka kannski svolítið gott, held ég, bæði eftir að hafa lesið þessa bók og eftir að hafa hugsað mikið þessi mál áður en ég las þessa bók, að við séum kannski svolítið opin og umburðarlynd hvert gagnvart öðru, ekki satt, af því að sko það ekki nema eðlilegt að okkur verði á í þessum breytingum, eða hvað? Já, þetta ekki bara svolítið eins og listsköpun? Já. Fyrsta kennsluvika núna og hvað segi ég við nemendum mína, að þau þurfi að læra að gera mistök. Já. Vegna þess að ritstörf eru tilraunastarfsemi, stundum tekst manni vel upp. Já. Stundum ekki að læra mistökunum. Nei. Og þannig að það þurfi náttúrulega líka að gera í þessum málum. Maður svo smeykur við þessa slaufun sem þú nefndir á. Manni verður einu sinni á, maður segir eina vonda málsgrein og það verður það sem internetið mun minnast manns alltaf fyrir og aðrir munu bara tala þessa einu málsgrein sem betur hefur verið ósögð. Já, einmitt, það þetta og það ákveðin ritskoðun í gangi. Það eru ekki frjáls skoðanaskipti, fullkomlega frjáls skoðanaskipti þetta og ég svo sem þykist ekkert vita allt þó ég sé búin að fara í gegnum þetta 3-4 ára ferli að rannsaka eða reyna að tileinka mér þessi máli. Ég svona miklu meira að velta vöngum og einhver lesarinn sagði sko að þú kemur með eitthvað og svo kemur undir eins með hina hliðina líka, skilurðu sko. Þannig ég svona að velta vöngum og reyna að koma með ýmis sjónarhorn á þetta. Já. En auðvitað þá maður ekkert endilega þurfa að vera hugrakkur að tala kynjamálin sem að tilheyra okkur öllum, en auðvitað verðum við samt að reyna að setja ykkur inn í þau og gera það af ykkurum velvilja, held ég. Svo ertu með einhverja tilbúna persónu þarna, segir maður María Jainar Egilsdóttir eða? Já, mammina heitir Jane. Já, og hún alltaf að grípa inn í og þér fannst þú ekki eiga erindi lengur sem karlmaður eins og þú hefðir verið geltur og orðin tekin frá þér sögum þess hvað þau væru gegnsýrð af pungfílu. Það haft eftir henni þannig snemmi í bókinni? Já, ég held að þetta sé svolítið staða okkar karlhöfundana. Bókmenntaarfurinn auðvitað sem sagt karllegur að miklu leyti. Það vísu búið að vinna mikla vinna á undanförnum áratugum í að breyta því og ég sjálfur að vinna mjög held ég mikilvæga vinnu í að breyta því að meiri hluti minna nemenda er konur en því verður ekkert neita að viðmiðin að mörgu leyti ennþá karlleg. Og mér finnst karlhöfundarnir ekki hafa gert nógu mikið í að ráðast einhvern veginn á þann garð og reyna að endur skilgreina þessi viðmið fyrir sig. Hvernig get ég komið inn í þetta? Hvernig get ég afeitrað orðin ef maður tekur svona svolítið stertir orðar sko, og hvernig get ég gert eða búið til tungumál aftur eða nýtt tungumál sem að ég get notað og mér líður vel með að nota í þessu samhengi ég sem jafnrétti sinnaður karlmaður. Já. Þetta vinna sem að við eigum eftir að vinna og við höfum kannski ekki þorað upp á það dekk ennþá. Einmitt út af því sem að þú nefnir að það svo auðvelt líka að taka til dæmis eitthvað á samhengi og slá því upp að því að, já, þannig að það er mikill ótti þarna og þess vegna sneiða margir kallar bara hjá þessu og taka ekki þátt í umræðinni
og þá þetta einræða mikið til. Já. Þetta ekki samtal, sko, þetta ekki nógu mikið samtal finnst mér. Nei. Og ekki nógu djúpt samtal vegna þess að okkur köllunum hættir til þess að fara svo mikið í vörn. Já, manni dettur í huga, við þurfum að tilengja okkur tækni til þess að taka á þeirri gagnrýni sem fram hefur sett og þeim augljósu og ábendingum óréttin af því að þú hérna kennir ritlist, það ekki staðreynd að konur sem að ortu kannski fallega texta eða ljóð, þar varð eftirskriftin höfundur ókunnur, oft á tíðum. Frekar en að karlætir myndu vilja segja sögunni það að einhver kona hefði ort fallegt ljóð. Er það ekki staðreynd? Jú. Var það ekki kerfisbundið ítt til hliðar með þessum hætti? Jú, mjög kerfisbundið og maður þarf ekki að fara langt aftur. Ég til dæmis bara prófessorar, konur sem eru nýfarnar á eftirlaun við Háskóla Íslands sko, og kendu bókmenntir segja mér bara sko, hvernig þær mættu á ráðstefnur fyrir nokkrum áratugum og kallarnir bara gerðu beinlínis lítið úr þeim. Komu í ræðustól og bara gerðu lítið úr þeirra málflutningi. Það mjög stutt síðan að þetta var. Já, við þurfum einhvern veginn að sko fara í gegnum þetta, skrútinera þetta, á þess að taka þetta persónulega. En það getur verið svolítið snúið, sérstaklega til dæmis fyrir unga drengi sem að fá bara að heyra það svo, kaflinn sem ég las áðan, að þetta getur orðið svona ákveðin skömm að vera fulltrúi kyns sem að hefur svona mikið á samviskunni. Ekki satt? Jú, þetta ákveðið syndafall sem að karlmenn þurfa að vinna sig út úr og dýr í vörn, það getur verið hrættdýr eða semst hættulegt dýr og það getur gert einhverja hluti sem eru óútreiknanlegir og ekki skynsamlegir. En ég verð samt að viðurkenna það að ég var þarna í gríðarlega mikilli vörn og ég fann það bara og finnst stundum eins og ég hafi bara að svörun mín við þessu öllu hafi verið líkamleg. Og þá sýnir maður kannski ekki alltaf sína bestu hliðar. Nei, alls ekki. Þá fer maður í eitthvað slag og það ekki mikið að marka reiðsmannsmál oft á tíðum. Ég finnst maður glata sko bara mörgum prósentum eða helmingnum af vitsmunum sínum og skynsemi þegar maður reiður. Þá grípur maður bara einhverja fáránlega frasa oft og stutt í einhvers konar ofbeldis tilhneigingu. Þetta mjög einlægt sjónarmið og eins og nefnir líka að sko hver líkamlega einkennin verða. Þetta mjög áhugavert. Já, ég veit það að ég hef tilhneigingu til þess að vera meðvirkur. Og Laxness sagði einhvern tímann að skáldið væri tilfinning heimsins. Og mér fannst sko þegar ég var að gangi í gegnum þetta að þetta væri bara allt mér að kenna. Mér prívat og persónulega. Og ég upplifði þarna mikil óþægindi á þessu tímabili minn leið ekki vel. Það hjálpar þér ekki að sko þú hafðir haft upp einhver ummæli mann ekki hvort það var offita eða hvað það var og þú hafðir svona lent í því að netmiðlarnir höfðu stillt þér svolítið upp og svona leituðu fanga í þinni sögu þegar þið vildu fá smellibeitur, ekki satt? Var ekki eitthvað þannig skeið? Jú, það má alveg segja það og það var kannski samt kveikjan að því þegar manni verður eitthvað á eða lendir í einhverju þá fer maður ofta að hugsa málin betur og ég held að það má ég alveg segja að þessi bók sé að einhverju leyti sprottin upp úr því sko. Fyrst fór ég að skoða slaufuna menninguna og það gildi kannski alveg mjög svipaði hlutur það merkingasvið sem þú nefndir þarna og ég hætti mér inn á og kynjamálin sko það eru mjög ákveðnar skoðanir og öllum þröngvað í ákveðin farveg sem að kemur kannski í veg fyrir það heilbrigð umræða verði málin, umræða sem að við þurfum að taka vegna þess að þarna eru 2 mál sem eru gríðarlega stór samfélagsleg mál fyrir okkur öll, snertir okkur öll eiginlega sko. Bæði prívat og persónulega og sem samfélag, þannig að það mjög mikils virði held ég að við getum tekið á þessu og tekið eitthvað vitrænt samtal þessa hluti sko. Og sko, nú tengist þetta bókinni nánast ekki neitt, en
En ég ætla bara að henda því á rauðaborðið hér og nú að ég sé ekki munin á því að foreldrar vanræki barn sitt með því að ala það á fæði sem leiðir til þess að það hérna býr við offitu frá fyrstu misserum og getur hlotið mjög alvarlegan heilsuskaða af. Ég skil ekki af hverju má ekki ræða það með gagnrýnum hætti, en ef foreldrarnir væru reykjandi sígarettur yfir barninu þá eru þeir nánast réttræpir og við getum hérna talað það og skrifa greinar það hvað þetta hræðilegt fólk. Ég sé ekki allan mun á þessu tvennu og það sumt sem má tala en annað má ekki tala en það liggur ekki alveg fyrir hvað manualinn að hérna Nei, ég held að sé bara aðalmálið að setja sig inn í þessa hluti. Já. Og ef maður ætlar að tjá sig þá, að maður setji sig svolítið inn í hlutina áður maður fer fram því að annars bara svo mikil hætta að þetta verði einhverjir sleggjudómar. Já. Og þeir hjálpa ekki umræðinni held ég, einhverjir sleggjudómar. Við þurfum að æfa okkur í því held ég að setja okkur í spor annara. Já. Alveg eins og rithöfundar og þýðendur, það þeirra starfi alltaf að setja sig í spor annara og þess vegna hef ég efasemdir það að rithöfundur megi ekki skrifa neitt nema það sem heyrir hans reynsluheimi vegna þess að ég held að sé svo mikilsvert að reyna að setja sig í spor annara. Já. Og maður læri svo mikið á því. Það held ég að hjálpi alltaf umræðinni. En svo þurfum við kallar sannlega líka bara að þola það núna að stundum verði umræðan okkur óvægin og hún verði svolítið í sleggjudómum. Líkt og við höfum leyft okkur að fella sleggjudóma konur. Já. Í sannilega árþúsund eða hérna ég veit ekki hve lengi inn kemur Helga Kress. Hún sá bókmenntafræðingur sem hefur baunað á hve beinskeyttastan hátt á okkur karlana bæði lífs og liðna fyrir bragðið hefur hún verið uppnefnd kölluð Vera Hress í sögu eftir Indriða G og sagt hana að hún væri heldur léleg kynferðisvera svona tilsýndar. Jökull Jakobsson bætti svona betur og kallaði hana Volgu Fress í feilnótu í 5. sinfoníunni. Meira að segja kynsystur hennar geltu á hana, einu þeirra kallaði hana Refsi nornina sem ekki brosir. Þú sannlega hérna færir okkur heilmikið fóður til að hugsa í þessari bók. Já, það vona ég og ég var sjálfur að reyna að hugsa þetta allan tíman. Oft best að átta sig á hlutum með því að skrifa þá. Já. Það að skrifa leið til þess að hugsa og margir rithöfundar sagt ég veit ekki hvað mér finnst fyrir en ég skrifa það. Þannig að þá leggum þetta svolítið niður fyrir sér og þær hafa vissulega mátt þola margt og mega sjálfsagt þola margt ennþá eins og ég bendi á þannig í bókinu þá svo margt sem að einhvern veginn liggur í hversteinum á þess að við bara áttum okkur á því Já. Og bara heima hjá okkur jafnvel við segjum eitthvað við konuna bara í hugsunarleysi og þegar maður fer að skoða það betur þá leynist ykkur karllæg afstaða þar að baki þannig að þetta út allt hérna hjá okkur og maður vissulega ég ennþá að misstíga mig, ég viðurkenni það alveg ég misstíg mig og segi hluti sem að ég hefði ekki viljað segja svona. Ég að því ég nú fjölmiðlafræðingur mann eftir rannsókn sem ég las bandarísk og það ekkert mjög mörg ár síðan að þegar þú sérð konur í fréttaviðtölum þá byrjarðu á að kanna það hvernig það koma fyrir, hvernig það eru klæddar og ef þú ert sáttur við það sem þú sérð þá ferð að hlusta á orðin þeirra en ekki fyrr en þá. Og þetta segir okkur svona sitthvað forskotið sem við höfum, ég og þú. Já. Ég held að sé öllum alveg nákvæmlega sama hvernig við erum klæddir hérna í þessu viðtali.
Já, allir það ekki. Ég hugsaði mér samt svolítið hvernig ég ætti að vera klæddur en maður á svo sem alltaf að velta því en útlit kvenna og líkami kvenna er náttúrulega alltaf þarna á vígvellinum einhvern veginn og ég held að það sé eitt svið þar sem að við kallar þurfum að læra upp og nýta umgangast líkama kvenna og hérna er þetta fræga karllega augnaráð sem að stýrir kannski ótrúlega miklu þegar uppi staðið og þröngvar þeim kannski til þess að klæða sig á ákveðin hátt og við þurfum að læra náttúrulega líka að hlusta betur. Við höfum sko bara markvisst farið í svo mikla vörn að við höfum nánast bara lokað eyrun og ekki reynt að hlusta á sem sagt, hver er hinn djúpi kjarni þarna á bakvið. Er þetta einhver mannúðar stefna sem sem að væri hollara fyrir okkur að tileinka okkur væri meiri reisni yfir okkur sem karlmönnum ef við tileinkum okkur ýmislegt sem að þær eru að tala ef við umgengjust konurnar okkar sem jafningja, ef við værum ekki að giftast konum og lofa þeim öllu fögru en ætla þeim svo að bara vera nánast þrælar og vinna miklu meira á heimilinu heldur en við sjálfir. Er það ást? Getur maður spurt. Þetta er mjög skrítin stelling, skilur, að vera svona upptekin af konum. Við þráum gagnkynhneigðir karlmenn, við þráum konur alla daga líka við, en leið erum við tilbúnir til þess að ætla þeim eitthvert lakara hlutskipti heldur en okkur sjálfum. Þetta er skrítin ást. Hefur ekki líka er ekki full ástæða til að velta því fyrir sér hvort svo valdefling sem orðið hefur meðal kvenna hafi ekki sett einhvern hlut karla þannig í vörn að við sjáum eðlishyggju kenningar kynin núna aftur vera að færast upp ef við skoðum til dæmis orðræðu áberandi bandarískra podcastara og svona ungir svolítið hægri sinnaðir svona gaurar sem ætla að sigra heiminn að við erum sumpart hefur valdefling kvenna leitt til bakslags og það er það í jafnréttismálum sýnismanni að kallarnir virðast alltaf koma með einhverja aðra hluti kalla kemur alltaf með eitthvað ansvar í hver skipti. Kemur með ansvar að þetta er svo pólariseruð umræða og þess vegna segi ég þannig í bókin að við þurfum að gera þetta saman. Við þurfum miklu meira samtal þarna á milli þessara póla því að þessi polarisering er svo vond, hún leiðir bara til upprópana eiginlega og kallarnir þeir fara í vörn og þeir leita alltaf einhverjum leiðum til þess að gera lítið úr konun. Það er náttúrulega þeirra aðferð voða mikið að finna einhverja leiðir til þess að grafa undan þeim, gera málflutning þeirra tortryggilegan, þannig að við förum frekar að setja spurningamerki við heldur en að skoða, mér sé að þessir kallar eins og Weinstein voru þeir að byggjast afsökunar mikið á sínu framferði, það var ekkit alltaf þannig, heldur fóru þeir bara í mikla vörn og kvörtu undan því að þeir væru orðnir fórnarlömb. Og það sem ég tek svolítið út úr þessari bók þinni er að það er pláss fyrir hvorttveggja að við hlustum á þessar raddir sem komið hafa fram, við sýnum þeim skilning, við reynum að breyta okkur en það er líka pláss fyrir það að við segjum frá því að við séum í ákveðnu uppnámi og okkur líður svolítið undarlega með þetta allt saman og við erum ekki að stela athyglinni frá baráttu kvenna en við erum bara svona aðeins að leggja það á borðið að við erum ráðvilltir og til dæmis að því ég nefndi áðan að ég hef ekki tjáð mig svona viðkvæm eða bara hvorki viðkvæm né ekki viðkvæm jafnréttismál til dæmis opinberlega í mörg ár. Hugsaðu þér, ég skrifaði sjálfur bók sem heitir Heimkoman. Hún kom út 2009 og þar er ég að gera upp mína eigin gamaldags karlrembu, getur maður sagt. Þá fór ég í gegnum svona mikið breytingaskeið í mínum eigin huga. Ég fer á kynjafræði námskeið með konunni minni nokkrum mánuðum síðar. Ég var örugglega í hópi þeirra sem að tjáðu sig hvað mest jafnréttismál sem fulltrúi kalla en ekki múkk
í 4 eða 5 ár. Já. Kannski fer ég aftur að gera það núna eftir að hafa lesið bókina þína. Já. Ég er samt ekkert alveg vissum að ég þori það ekki. Nei, slaufunarmenningin kemur náttúrulega þarna á milli. Og það getur vel verið að ég hafi núna sagt eitthvað í þessum þætti sem að ég muni sjá á Facebook að hafi verið algjört no-no og það sé bara búa til skilti og ég sé seimaður út og suður. Ég veit ekki það. Ég átta mig alltaf á því hvað þarf til þess að Við þurfum að tala held ég við hvert annað staðan fyrir yfir hvert öðru sko. Og ég skil alveg konur sumpart að þær nenni ekki að hlusta á okkur núna. Já, ég gera það líka. Ég skil þær alveg og þeim finnst ábyggilega mörgum að við erum í krísu og við komumst ekki út úr henni að sjálfstáðum einhvern veginn og við nennum ekki að vinna vinnuna sem að þarf til þess að komast út úr henni. Nú er þið að hjálpa okkur stelpur. Út úr þessari krísu. Þannig að ég skil alveg þau. Það var ykkur að kenna stelpur að mér líður svolítið illa yfir því sem þau eru að segja. Já. Það er ekki einmitt sko, þannig að það er að snúa þessu sko í alls konar hringi. En við verðum að gera okkur grein fyrir því held ég að þeirra barátta á rétt á sér. Já, við verðum líka að gera okkur grein fyrir því að eintök eins og ég og þú kallar fæddir, hvernig ertu fæddur, hvað ár? 59. Já, þú ert, þannig séð á líkur ekki. Okkar uppeldis heimur, okkar hugmyndir heiminn eru svo allt öðruvísi. Það sem skilir þér okkur sem börn og unga menn og ræður viðfram okkar er bara svo allt annar heimur en dæmis dreng sem fæðist árið 2005 eða 2010 eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara, við erum gjör ólíkar tegundir, karltegundir. Er það ekki? Jú, ef við skoðum forfeður okkar, bara feður og afa, þá sjáum við nú að ýmislegt hefur samt breyst. Já. Og talsvert mikið breyst. Ég horfi á syni mína og hvernig þeir taka þátt í heimilishaldinu og uppeldinu. Ég reyndar var í þeirri stöðu sem heimavinnandi rithöfundur að ég sinnti sonum mínum í 15 ára eiginlega. Þá var ég heima og sinnti þeim og mér finnst það sennilega merkilegasta reynsla sem að ég hef sem karlmaður og hefði ekki viljað missa af henni að því að það færi mig einhvern veginn nær kviku lífsins. Magnað að skuli segja þetta var akkurat tilfinningin sem að mér fannst ég þurfa að skrifa í Heimkoman. Já, einmitt, ég las þá bók og miklum áhuga skilurðu þannig að þetta var eitthvað og ég hef burðast með það að ég sé alltaf annars flokks sem karlmaður þegar það kemur að umönnun, hvort sem að er umönnun barnanna minna eða umönnun aldrara foreldra. Ég glími alltaf við þessa minnimáttakenndi einhvern veginn sko þegar að því kemur en ég geri það skilurðu sko og reyna að gera mitt besta en ég er ekki sem sagt menningarlega skilistur eða uppalinn í því að fást við þetta. Þannig að það eru einhvern veginn ekki komnir ennþá nógu góðir ferlar svo við tölum stofnanamál til þess að takast á við þetta og svo megum við ekki gleyma því að þegar að konur öðlast jafnrétti þá öðlast við líka jafnrétti. Já, heldur betur. Og við fáum ýmis gæði sem að eru mjög merkileg og dýrmæt held ég. Þannig fannst mér sko, þannig náði ég helst eyrum til dæmis kallana fyrir norðan. Ég bjó á Akureyri þegar ég gaf þarna bókina Heimkoman. Að sko að þeir skildu það sjálfur kallarnir. Já. Þessir íhaldssömu að þeir stór græddu á feminisma. Já. Það þarf það kemur kannski ekki í fyrstu tilraun. Nei, og svo eru náttúrulega til menn sem að reyna að nýta sér feminisman sér til framdráttar til þess að komast yfir konur skilur sko. Það kemur alltaf eitthvað upp frá okkur köllunum sem við reynum að snúa einhvern veginn hlutunum við þannig að konur líka varbergi kannski gagnvart mönnum eins og okkur sem að hafa þó reynt að tileinka sér kannski, þessa orðræðu alla sko en við erum auðvitað fastir svolítið í ákveðnu leikriti og að sömu leyti erum við ófrjálsari heldur en konur. Mér finnst að þær hafi meira svona tilfinningalegt rými
heldur en við og ég segi nú frá því hvernig við erum aldrei upp þá. Já, við eigum að bíta á jaxlinn og konur eru líka mótsagnakenndar gagnvart þessu eins og ég segi frá í bókinni þegar talað eða var niður til mín þegar ég fór að opna mig eitthvað svona tilfinningalega og sýndi ekki svona nógu mikla kallmennsku við einhverjar ákveðnar aðstæður og þá fannst þeim ég ekki einhvern veginn á máli þannig að við erum ennþá mjög mótsagnakennd bæði kynin held ég í þessu en það er bara til mikils að vinna að losna út úr þessum þrönga ramma sem við erum inn í kallmenn þetta finnst mér eins konar fangelsi sem að kemur oft í veg fyrir að við getum notið þess sem að dýrmætast í lífinu í rauninni. Sjálfrar kviku lífsins einhvern veginn komist betur að henni. Og svo vitnar í Glorious Dynam, greindir hæfileiki til að laga sig að breytingum. Já, einmitt greindir hæfileiki til þess að laga sig að breytingum og ég bara vona að við höfum þessa grein til þess að laga okkur að þessu og það auðvitað það sem að við þurfum svo sem alltaf að vera að gera, að laga okkur að breytingum. Það alls konar hlutir að gerast í kringum okkur en mér finnst bara eins og við kallarnir, við höfum ekki sett nógu mikla sköpunarorku í þetta svið. Við tilengum okkur tækni, nýjungar og svoleiðis en þegar kemur að þessu sviði þá eitthvað sem að hamlar því að við erum of stoltir einhvern veginn eða við erum of hræddir hver við annan. Við erum dæmdir af öðrum körlum Ég held að það spili líka mjög mikið inn í og það hafði náttúrulega aldrei orðið til neinar almennilegar hreyfingar kalla sem að mundu þá veita manni einhvers konar skjól að hafa eitthvað á bakvið sig og vera ekki bara rópandinn í eyðimörkinni þannig að eins og konurnar hafa. Þú segir þetta að þótt ég telli mig vera frjálslyndari heldur en kannski sumir aðri kallar þá hugsa ég, væri ég tilbúin að stíga það skref að stofna bara sellu með öðrum körlum og ræða þetta. Já, einmitt Já, einmitt en já, við höfum ekki einhvern veginn barist fyrir réttindum kvenna, margir okkar hafa séð óréttlætið. En við höfum ekki einhvern veginn stigið fram, þær hafa alltaf þurft að sækja allt. Og það náttúrulega mjög skrítið ef maður hugsar þær sem mæður okkar, dætur okkar, eiginkonur okkar. Að því við viljum að eiginkonur okkar fái jöfn tækifæri og við þarna út það ekki og þær lendi ekki í einhverju misjöfnu eða ójafnrétti þarna út. Við viljum það allir sem eiginmenn það ekki að þeim vegni vel og það sé komið vel fram fyrir við þær en svo förum við kannski út í fyrirtækið okkar og stöndum fyrir einhverju sem þert á það Einmitt. En Rúnar Helgi, mér finnst þú að hafa sýnt svona ákveðið hugrekki og einlægni í þessari bók Já, ég held að þetta orð einlægni sé kannski lykilorð þegar kemur að þessari bók og ég heyri það mjög mikið sem viðbrögð við þessu handriti einlægni og ég hugsaði með mér ef ég ætla að skrifa bók þetta horfa á sjálfa mig, hvernig ég var til og ætla ekki að vera einlægur og þá ekkert gagn í því þá ég bara að skrifa út úr einhverju kerfi sem ég fastur í, skilur, og kemur í veg fyrir að ég geti sagt það sem að ég þarf að segja, að mér finnst ég þurfa að segja þessa hluti. Þannig að okkur kennt köllum að það sé ekki flott að vera einlægur. Við eigum að vera svolítið svalir og fel okkur á baku einhverja brandara og svona einhver spuksirði alltaf. Og mestalagi láta skína í einhverja vanlíðan en auðvitað hefur svigrúmið aðeins aukist, ég ekki að segja það fyrir okkur kalla en ég held að þetta sé samt þarna allt undirliggjandi en þá sérstaklega hjá okkar kynslóð. Mig grunar líka að þessi stærra skref fyrir mann sem fæddur 1959 að vera einlægur með þessum hætti en kannski 25 ára gamlan íslenskan karlmann. Já, á ekki bara að segja ég vona það. Þetta sé minna mál fyrir ungu mennina, skilur að þeir geti sýnt meiri tilfinningar og að þeir skilji þessi mál betur að þeir ætlist ekki til þess að konan þeirra
vinni 6 klukkutímum meira eða eitthvað á hverri viku á heimilinu heldur en þeir. Þannig að þetta erfitt að fara í svona Excel-reikninga með jafnréttið og hvert par þarf svo sem að finna útrúsi fyrir sig og það enginn að segja að við þurfum öll að gera allt, held ég sko. En það þarf samt að vera einhver sanngirni þarna. Af því að líka sko, ef það ekki sanngirni, þá verða konurnar bara þreyttar á okkur. Þannig að það hittir okkur alveg fyrir. Og þetta ein algengasta ástæða hjónaskilnaða, að konurnar þurfa að vinna svo mikla vinnu í heimilishaldinu til þess að búa til umgjörð hamingjunar fyrir okkur að þær eru bara dauðþreyttar á kvöldin. Ekki sagt að öðru hverju sambandi ljúki innan við 2 árum eftir að par eignast barn? Já, svo það. Það nýja álag sem að myndast þar og ýmislegt sem að í hinu ytra umhverfi líka sem að spilar þar inn í hvort að barn kemst inn á leikskóla og allt það og mér finnst reyndar að við þurfum að gera meira í þeim málum samfélagið. Rannsóknir í Bandaríkjunum sýna að konur sem eignast börn, þær hafa lægri ævitekjur heldur en hinar. Hinar nú orðið halda nokkurn veginn í við kallana og það mjög áhugavert. Þannig að þetta í rauninni verkefni samfélagsins að taka á þessu þannig að þær þurfi ekki að líða fyrir það að eignast börn. Eins og þú segir sjálfur, gerum þetta saman? Já, öll í kór. Þakka þér fyrir að leyfa okkur á samstöðinni að fjalla fyrst þessa bók. Ég vona að verði sem oftast sem að við fáum höfunda hér til þess að koma og segja okkur frá verkum áður en jafnvel bækurnar koma út en það styttist nú í að þessi komi fyrir sjónir almennar lesanda eða 2-3 vikur eitthvað sluðis í það kannski. Einmitt, miðjan september. En til hamingju með verkið og takk fyrir að koma til okkar og ræða hana. Takk fyrir það og takk fyrir einlægt spjall. Já, einlægt spjall. Og úr þessum sálmum förum við yfir í nýja kafla. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.